Komið sæl. Hæðarhryggur yfir landinu og það nú yfirleitt ávísun á tiltölulega stillt og bjart veður eins og hefur verið hjá okkur í rauninni í dag. En jafnframt hefur nú verið líka nokkuð napurt hjá okkur og fengum hámarkshita upp á rúm 13 stig í dag en það gerði nokkuð víða næturfrost síðastliðna nótt. Til og með í Þykkvabæ, þar gerði 5 stiga frost síðastliðna nótt en hitinn fór nú reyndar í 13 stig núna seinnipartinn, þannig að það var 18 stiga sveifla á hitastigi. En ef við lítum á stöðuna þá sjáum við að við erum með hæð hér norður á landi og hæðarhryggur sem teygir sig í rauninni hér suðaustur til Bretlandseyja og er ekki mikil hreyfing á þessum kerfum eins og við sjáum hér. Hæðin hún er rauninni heldur svo að segja velli. Lægðin er langt hér suðvestur í hafi og svo sem ekki mikið sem breytist í þessu hjá okkur og áfram með tiltölulega háan loftþrýsting og þar af leiðandi lítið úrkomu og átök. En kalt eins og áður kom fram og við sjáum að það er hér þetta hlýja loft að það er hér vestur af landi og ekki er það að ná neitt inn til morguns síður en svo það er frekar að það sé að fjarlægast okkur og við séum að fá heldur kaldara loft inn og í rauninni verður þá komandi vika, hún verður svona í kaldara lagi hjá okkur ávísun á svona frekara næturfrost sérstaklega þá í innsveitum. En á suðvesturhorni landsins á morgun þá verður svona kannski munurinn frá því sem var í dag. Það er að sjá að það verði skúraleiðingar og þá sérstaklega í fjöllunum. Þetta verður eitthvað grunnt en óstöðugt lag í lofthjúpnum sem getur leitt af sér skúri og þegar komið til fjalla þá getur þetta nú fljótt farið yfir í slydduél eða snjóél. En bjartir kaflar þar inn á milli og hæglætisveður og væntanlega verður hámarkshitinn hér á suðvesturhorninu svona eitthvað nær 10 stigunum frá því sem var í dag en samt víða úti við ströndina þetta 5 til 10 stig. Ef við förum síðan norður yfir heiðar þá sjáum við að það er svona svipað upp á teningnum þar. Geta slæðist inn á Snæfellsnes og jafnvel inn á sunnanverða Vestfirði en að öðru leyti verður úrkomu lítið og jafnvel bjart veður nokkuð víða og hiti svona almennt séð undir 10 stigum og kannski víða vel undir 10 stigunum en þó tiltölulega bjart og stillt veður. Og ef við förum síðan yfir á norðausturhornið þá sjáum við að það er svona svipað upp á teningnum þar ef eitthvað bjart veður, austlæg átt í þessu, þetta 3 til 5 metrar á sekúndu víðast hvar og úrkoma lítil sem engin. Og það er reyndar ekki staðan þegar við förum þá yfir á suðvesturhornið, þar eru aftur á móti komið með þetta óstöðuga lag sem mun gefa sér skúri, þá sérstaklega vestan Öræfa, vissulega getur þetta teygt sig eitthvað austur eftir líka. En förum síðan í framhaldinu þá yfir á þriðjudaginn og þá sjáum við að það er svona þessi norðaustanátt, hún fer að vera heldur ágengari norðanvert landið eins og við sjáum hér. Mun gera einhver úrkomu hér á suðausturlandi og svo úrkoma gæti fær sig þegar líður á þriðjudaginn eitthvað inn á Suðurland. Annars átakalítið veður, bjart veður víða á köflum vestanvert landi og þá einnig veður norðanvert vestra, sérstaklega þá í innsveitum og við sjáum að hita færi svona nokkuð svipað. En í framhaldinu þá miðvikudaginn þá verður nú þessi norðaustlæga átt, hún er komin til þess að vera hjá okkur 2-3 daga skeið. Orðið það kalt fyrir norðan að það er orðið fín lína á milli þess að þetta verði rigning eða slydda og það er þá bara spurning hæð og hæði yfir sjávarmáli en hiti svona 1 til 3 stig og væntanlega næturfrost nokkuð víða en bjartara veður þegar komið hér yfir á sunnan og vestanvert landið og svipuð staða þá uppi á fimmtudaginn. En förum yfir til Evrópu og þá sjáum við að það er óstöðugt, það er kalt loft verið að leita langt til suðurs í álfuna og þetta er svona eiginlega getum sagt þetta sé svona íslenskt haustveður hvað var að hitatölunar. Hvergi þó eins óstöðugt eins og í suðaustur hlutanum Balkanskaga og sums staðar á Ítalíu, þar mun rigna mikið á morgun en hiti svona í kringum 20 stigin á Íberíuskaganum. En kemst ekki yfir meira í dag, verið sæl.